veðurofsi.is. Komið sæl, það nú verið frekar umhleypingar samt hjá okkur hér síðustu daga og það nú lítil áta á umhleypingum þannig lagað sé. En við skulum líta hér á stóra yfirlitskortið okkar og við sjáum hér lægðina hér vestur af landinu sem að íta skilunum sínum hér norður af, bara núna í kvöld og í nótt. Og svo þessi lægð sem hér suður af landinu hádegi á morgun, hún mun síðan hafa þessi áhrif hennar fyrir að gæta hérna seint annað kvöld aðra nótt. Þá fyrst á Austurlandi og Austfjörðum og síðan færist Norðurlandi undir þegar að kemur lengra fram í vikuna. En við skulum þá líta hér á hitasvið og við sjáum að það svona ljósblár litur yfir landinu og það alls ekki kalt þó að sé nokkið sérlega hlýtt heldur. En það svona plúsgráður á láglendi nánast allstaðar og verða það svona mestuleit svona í kringum frostmark. Það aðeins hlýrra yfir hádaginn, 2-3 gráður hlýrra heldur en á næturlagi. En við skulum þá sjá hvernig veðrið verður í kvöld, nótt og í fyrramálið. Sjáum hér að skilin að fara hér yfir landi en það rignir nokkuð drjúgt hér á Suðausturlandi og að sama skapi mjög stutt í norðaustan streng úti fyrir Vestfjörðum og til morguns og þá dregur töluvert bæði úr vindi og úrkomu þannig að svona yfir miðjan dag á morgun þokkalegasta veður, svona 1-4-5 stiga hiti nokkuð víða. Gæti farið örlítið hærra eins og á Héraði. En eins og það mjög stutt í norðaustanstrenginn út fyrir Vestfjörðum og hann mun koma inn seint á morgun, annað kvöld eða svo og þá mun líka kólna aðeins en skulum láta þá bara vídeóið rúlla áfram og við sjáum hér litlu lægðarbóluna, hún að bakka niður aftur inn og svona hérna út af Faxaflóanum en hins vegar kemur næsta lægð hér þá upp hér svona aðra nótt og aðfara nótt miðvikudags og það mun verða nokkuð mikil úrkoma á Austurlandi og Norðurlandi eystra hér fyrir partinn á miðvikudag. Á láglendi þetta slitta mestuleiti, gæti þó ringt alveg við ströndina sums staðar allavega, sérstaklega hér allra austast. Annars snjókoma inn til landsins, sunnanvert landið og svona suður og vesturland sleppa nú svona mestuleiti við úrkoman. Það þó getur gert einhverja smá úrkomu hér og þar en þetta ekki svona upp í 4 stiga hiti eða svo kannski á Höfn en að öðru leyti þetta í kringum frostmark. Farið að bæta dálítið í vind á Vestfjörðum með þá snjókomu og ef við lítum þá á þróunina áfram til fimmtudags að við sjáum hvernig þessi úrkomubakki færist vestur með Norðurlandi og þetta verður eins og áður segir mestuleiti rigning að slitta við alveg við sjávarsíðuna en snjókoma fyrir ofan 100-200 metrar eða svo. Þannig að þeir sem eiga mikið undir færð og þurfa að komast á milli landshluta þessa daga eru þá ámyndir að það getur borgað sig að fylgjast vel með veðurspám og fréttum af færð því að þetta mun, ef þessi ekki spá gengur eftir, hafa töluverð áhrif til truflunar og gæti innanlandsflug lagst af svona tíma allavegana. Þetta svona erfitt hitastig upp og ísingu líka fyrir flugvélar þannig að þetta getur bæði snjóa mikið og gert ófærð og eins þá orðið erfitt fyrir innanlandsflugið að athafna sig. Og á hádegi á fimmtudag þá þetta staðan, norðvestanátt og snjókoma hér á norðvesturhorninu. Það einhver svona smá mugga hérna niður með vesturströndinu og gæti náði jafnvel til Reykjavíkur. Ágætt veður hérna allra austast og lægðin heldur enn velli hér svona austur af Langanesi en svona farin að veikjast töluvert og ef við lítum þá yfir á föstudaginn og þá svona staðan áþekk að það hefur lægðin enn á þessum stað. En núna hefur hún í raun snúið hlýjaloftinu austan við sig nokkra hringi í kringu sig þannig að það farið að koma örlítið mildara loft að landinu norðanverðu þannig þá þetta meiri kannski rigning slitta svona á láglendi en þá einhver svona snjókoma með köflum upp til fjalla en einna mesta úrkoma verður þó áfram á Vestfjörðum. Ef við lítum þá eldsnögt yfir til Evrópu og sjáum að það ágætasta veður hér í Skandinavíu, hlýtt og fínasta veður, skúraleiðingar eftir sem sunnadregur, bjart hér allara austasti fyrir botni Miðjarðarhafs. En skúraleiðingar hér í Ítalíu, Fraklandi og ekki síst á suðausturhluta Spánar. En ágætlega milt, þannig að það bara þokkalegasta veður býsna víða. Kanaríeyjar eru hins vegar með svona nokkuð hvassa norðaustanátt. Það verða einhverja skúraleiðingar, sérstaklega á norðurhluta eyjanna, en að öðru leyti ágætasta veður svona þegar á suðurhlutanum og það líklega skýjað með köflum. Og ef við þá förum yfir til Ameríku í lokin, það svona hæðakerfi hér yfir stóran hluta Norður-Ameríku og þokkalegasta veður, tiltölulega aðgerðalítið og ágætlega milt. En við skulum láta gott heita í dag. Verið sæl.